Velkomin á Vesturlandið aftur. Í kvöld ætlum við að fara með ykkur í Borgarfjörð og hitta Pál og Ritu í Grenigerði. Við kíkjum á Leirárgarða til hennar Andreu okkar, dásamlegu. Og svo komum við hérna niður á Garða, safnasvæði og görðum á Akranesi og hittum eldsmiði sem eru þar. En byrjum hérna á þessum stað, þar sem stóð Bjargarsteinn, hús sem var flutt eitthvað á Snæfellsnesi og við ætlum að reyna að finna það. Eftir að vera búin að þvælast nesið þvert og endilangt, heyrðum við að væri ljómandi veitingastæður í gamla húsinu. Mér finnst á lyktinni eins og gæti verið akkurat hér. Jú, ég held það. Já, við fundum húsið. Bjargarsteinn stendur stolt við sjávarsíðunni í Grundarfirði og kallast á við Kirkjufellið. Í þessu 110 ára gömlu húsi er nú rekinn myndarlegur veitingastæður. Hefur einhverja unun á akkur veitingastæður í gömlu húsi? Er eitthvað? Já, ensku húsin á Mýrónum kveikti í mér. Það er bara svo leiðis. Þau eru alveg geggjuð. Það er eiginlega skemmtilegasti staður sem ég unnið á. Og það kveikti virkilega í mér. Þess vegna er þessi nálgun þín á gömulhús og veitingastæður? Já, og svo vorum við náttúrulega inn á nærverastofu í nokkur ár og það er bara svona einhver sál sem að gerir það verkum að þetta er svona ekstra skemmtilegt. Já, er það braki í stíganum sem að færi mann eitthvað? Já, allir það ekki og svona kúnninn fær bara svona heima fíling. Það verður svona annað atmosfér. Hún nær betur til kúnnans og já, það gefur svona, myndi ég segja, já, svona skemmtilegri blæ á þetta allt saman. Þannig að þú sast fyrir gömlu húsi, segirðu, sem þú keyrið fram hjá? Nei, það satt fyrir mér. Ég keyrið fram hjá því, það satt fyrir mér. Þannig að já, við sáum það og mönnum þótti þetta nóttalegt rugl því að húsið er lítið. Já, það kom frá Akranesi? Það kom frá Akranesi og Stebbi á Litlubrekku bjargaði því þaðan, eða allavega fluttið það þaðan og gerði það upp að hluta, upp í Borgarnesi. Svo komum við auga á það þar og fjármálastjóranum fannst það fáránlegt náttúrulega. En við höfðum betur, ég og kona mín og tengdapabbi, við höfðum trú á þessu og drifum þetta á stað. Já. Og rusluðum þessu í gang ásamt fullt af góðu fólki. Konaðin er hérna úr Grundarfirði og þið tóku húsið með ykkur vestur? Já, frúi mín er hérna og það var nú svo sem ég starfaði á Bifröst, var þar á kaffihúsinu og kynntist henni þar í rauninni og það var nú alltaf meiningin að fara í Grundarfjörð, höfðum við komið í Stykkishólmi, þannig að okkur þótti þetta alveg tilvalið að láta á þetta reyna. Skoða hvort það væri ekki hægt að flytja húsið á einhverja fallega lóð. Lóðin fannst og húsið er komið. Og hér stendur það, þið hefði ekki þurft á málverkum að halda á þessum stað. Þið eru með ansi fallegt útsýni út á gluggana. Jú. Já, málverkir eru, við fengum fullt af málverkum við að mála þetta en við erum útsýni yfir gluggana. Jú, þetta er virkilega falleg staðsetning, alveg uník, við erum vel falin, þannig að það þarf svona aðeins að ná fólkinu hérna niður yfir og merkja sér svona þokkalega. En jú, ég meina bara þegar maður fer hérna út á pallin og svo lesa þetta er náttúrulega, bara geggjað. Já, með fegursta fjall heims í fanginu. Já, er það ekki? Það myndi konaðin segja. Já, sjálfsögðu. Ekki spurning. Eru þið með einhverja sérstöðu í eldhúsinu? Mig? Nei, sérstaðan er náttúrulega bara lokal hráefni eins og allir er að vinna í sem hafa metnað. Það er bara svoleiðis. Við fáum fiskinn okkar hérna í Gerun og Bylgjunni í Ólafsvík höfum við verið að taka fisk líka og leggjum mikið upp úr fisk og matseðillinn svona ber þess merki. Við höfum mikið, 2 fengi dagsins með bara föstu hráefni því að við vitum ekkert hvað við erum að fá í hús daglega. Þannig að það er bara sett inn svona eftir behag. Rækjan sem við vinnum mikið með, hún kemur líka hérna frá fisk. Þannig að við erum, við nýtum okkur svæðið. Sérstæð í mat er náttúrulega bara það sem aðrir eru í raun og verið að gera. Svo er það bara spurningum að reyna að gera það betur. Hvað getur þú tekið á móti mörgum? Hvað viltu sitja þétt? Svona með góðu móti 45 manns. Var ekki sitja þétt í þessum gömlu húsum alltaf? Jú, var það ekki. Það er ekki ókunnugt? Nei, andaði hálsmála okkur öðrum. Nei, við svona með góðu móti þá getum við tekið svona, ég myndi segja svona, við höfum verið með 53 og þá var orðið þéttsetinn bekkurinn.
Þetta eru svona, já, 45-50 manns. Svo náttúrulega hægt að tilla sér hérna uppi sem við sitjum og fá sér drykk. Er þetta svona kokteil hérna þegar maður býður eftir borði? Þetta er í rauninni starfsmannaaðstaða sem að við bjóðum fólki í ef það hefur áhuga á og hérna finnst fólki voða gaman að fara upp og skoða og hérna kíkja og sjá og dilli sér nú stundu niður og svoleiðis en við serverum engan mat hérna upp, það er náttúrulega lofthæð og annað slíkt, það er ekki til þess gert að það er leiðilegt ef þjónninn er með andliti ofan í diskónu þegar hann kemur inn. Húsið, gamla, hvernig nýtur það í veitingastaðnum? Nú er þetta stærra en þetta hús. Eldhúsið er til að mynda í eldhúsinu, eða ekki? Jú, sko keislueldhúsið, grillið er hér inni. Við notuðum gömlu beitningaraðstöðuna, gerðum hann upp og þar úti er allur undirbúningur. Hann fer fram þar. Hérna niður er bara svona show-off. Þarna ertu bara að grilla og steikja og tala við fólki. En úti fer allur undirbúningur fram. Svo er þetta, farið með þetta alltaf á milli, sko. Og það gerir það náttúrulega líka verkum að hafa góða undirbúningsaðstöð og þá getur við verið með veislur út úr húsi. Óháð staðnum þessum, skilur við. Það gerir það ykkur... Já, maður göslast í öllu. Já, maður göslast í öllu. Í Grenigerði búa hjónin Rita og Páll sem eru dönsk að uppruna. Þau hafa komið sér upp ævintýralegum skógarlundi og ekki laust við að manni finnist maður að komin í annan og betri heim leið að maður keyrir út á þjóðveginum. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Já, fyrst hittust við. Það byrjaði einlega á því að ég var búinn að vera í 2 ár, 50 og 7 og 8. Fór svo út og var í 4 ár, kom aftur og þá hitti ég Rita fljótlega eftir það. Við fórum í göngutúr inn í Tórsmörk. Þar hittust við. Ég var nú einlega ekki búinn að sjá Rita neitt en hún kom og gaf mér lítið blóm. Og hérna, það var svona fyrsta kynni. Þá spjallaði allir saman á leiðinu upp eftir í gegnum nóttina. Við labbaði allan tíman og kynntist við betur og svona upp frá því þá vorum við einlega saman eins mikið við gátum. Sko við labbaði frá klukkan 8 á kvöldin til klukkan 8 næstu morgun. Svona við upplifaði nóttin, renna út í daginn. Það var svo indælt að heyra rjúpan og kurva þarna lengst niður í Tórsmörk. Það var alveg indælt. Þið eru bæði svolítið náttúrubörn. Já, það hefur mikið að segja, náttúruna. Við getum ekki verið í stórborg. Það er ekki að hafa það. Og hvenær hefið þið svo ykkar búskap? 65. Já, við vorum fyrst á Vettíð í Ólafsvík, 2 vetur og tjenaði mikið og þá gátum við svona byrja með leigujörð og þar vorum við í 15 ár og var komin með nokkuð bú fyrir rest. Við vildum náttúrulega gjarna kaupa jörð en það var bara ekki nógu góð tími til þess að lána. Þannig kringum 80. Svo við keyptum bara þetta og gátum hérna byrja borga þetta. Þá hefðum við þá heimili. Nú svo vorum við heppni, við fengum bæði vinnu í Borgarnes. Grenigerði er hérna rétt í útjaðri Borgarnes. Já, það er svona, eftir því hvað mann reiknar Borgarnes þá er það svona 4 kílómetra. Við hafum 5 kílómetra í vinnuna. Þetta Páll var út í Eyjum í Guðna og ég var í prjónastofan. Svo eftir 5 ár þá var við komin það vel á stað með gróðurhúsum og svoleiðis. Gróðurhús Plöntusala. og ræktun hérna að ég gat komið heim í fullstags. Og þá fór það að ganga, sko. Þá var ég bara í vinnunni en þá kom Rita vel á stað með öllu saman. Þegar hún gæti verið heima alla daga. Já. Og þá byrja ævintýri með plöntusöluna. Já, og planta sjálfu. Já. Það er mest Rita sem hefur gert það. Plöntusöla? Nei, að búa þetta til. Að planta, nema út af túnið. Páll er búinn að planta túnið til með birkitré. En ég hefur plantað svona hing og hanga. Þetta er nefnilega eins og að koma inn í einhvern annan heim þegar maður kemur hérna upp að þetta er ótrúlegt. Og svo kemur fólk hérna og segir að það er helvítis lok fyrir utan og kalt. Við vitum ekki það. Það næri ekki hingað inn. Nei, það gerir það ekki. Enda stendur húsið hérna. En þá, hún hafði ekki gert það ef við hafði ekki plantað svona mikið í kringum húsið. Nei, þá er ekki staðið. Það er ekki takkvart hús. En það er nóg gott fyrir okkur.
Við getum ekki hugsað okkur að fara í svona nýtt ískulega dýtthús, 30-40 miljónum, held nú séu. Hvað heyrði ég á þann að þetta var byggt hérna úr, hvað sögðu þið? Þessa kassa, hérna moskvitkassa. Já. Og innangar með ábyrgupóka. Já, og plast, flamingoplast eða hvita. Já, restinum, áganga. Er það viðbyggingin sem er hérna, sem sagt? Nei, það er aðal húsi sem er innangrað með það. Þetta hérna, bara þessi breyt, svo smíða við þetta við þarna úti. Já, ok. En hvað er hérna bílakassin? Það er þessi hús hérna. Það var notað í þetta, já, ok. Það var laglegt. Já. Þetta er almennilegt. Eru þið opna hérna, getur maður komið, getur hver sem er rent við hjá okkur og getur sér... Allir velkomnir svo fram sem við heima. Á veturna, hringdu þá fyrst. Já, ok. En núna yfir suman og meðan við seljum plöntu, þá verður alltaf einn að vera heima. Já, en þið eru nú að gera margt annað heldur en bara að selja plöntur. Ég hef nú séð Bara handverki. Já, hvað er það aðalega sem þið eru að gera í handverki? Tölu. Já, það er í horn, skartgrip og tölu og hornum og svo er þetta náttúrulega mikið í ullin. Bæði skó, ílepp og svo í kanínuull. Hvaðan sækið þið svona innblásturinn fyrir utan að rækta efni við þinn sjálf í þetta skart og svona? Þið eruð með svo fallegar hérna hálfestar og, já. Já, það er hérna hornin og hrossárið. Við notum ekki leðurband. Já, en hvernig dettur mann í huga að nota hrossár í staðin fyrir leðurband? Já, það er jafn natúrleg. Já. Okkur finnst bara hrossárin svo falleg. Já. Og fólki finnst þetta líka meira hátt að þeir eru koma, það skildi vera hrossár. Er þetta þekkt eða hvernig datt ykkur þetta í hug? Við vitum það ekki. Þetta kom bara. Það var enginn til að hjálpa okkur þegar við byrjaði á þessu. Við sáum bara að inni í kinduhornin væri liti, ýmsa liti. Og þegar við fórum svo að saga við tölu, svo fengum við litana fram. Svo þegar við sáum að eftir því sem við komum inna í það fasta efni, þá eru litin stærri, þann hluta eru stærri. Þá saga við endan af, ef það væri nú lifandi svona stykki, eða svo massífs, saga það af og saga af beggja megin. Þá varst þú komið með plötu sem passa fyrir skartgreip. Þá er bara hann til. Saga á löngsum sem sé á hornin. En það tekur tíma þegar það er enginn til þess að kenna manni. Já, en það er bara svo gaman þegar man er með svona hráefni, hvort sem það er tré eller horn. Og þegar man er og saga í sindu til þess að skoða hvernig það er innan í, það er, sko, þá kemur hugmyndina bara að sjálfum sér. Hjá öllum. Þannig að hönnunin er algjörlega ykkar. Já. Það var enginn til En það ég er vissum að hver sem er getur gert þetta, ef það gefur sér tíma. Ef ég ætti að spyrja ykkur um svona í lokin, hvaða lífsskildi þið hafið? Hver væri þau? Lífsskildi? Það er að hafa það gott. Það var gott að vera saman og gera það sem við viljum. Já, og ekki vera slæm við aðra. Nei, það kemur ekki að greina. Það verður að vera kærleika bæri heima út af við. Það er nöðsynlegt. Hann er deyr hérna það fallega. Og helst ekki ljúga aðra. Ekki mikið. Nei. En segi góði sögu. Já. Það er alltaf. Já. Himnest er að vera til, sólin er sest, það er nóg. Andri á Leirárgörðum er nafn sem við höfum heyrt oftar en einu sinni þegar minnst er á góðverk og safnanir. Bæði fyrir menn og málefni. Hún ásamt fjölskyldu hefur gengið á undan með góðu fordæmi og sýnt hvað einstaklingar geta gert með viljan og velvild af vopni. Andrea mín, veistu eitthvað út okkur ég er að koma að tala við þig hérna? Nei, ég hef ekki hugmynd til það. Mér finnst nafn þitt kom oft upp í umræðuna þegar að safnanir hafa verið fyrir einhverjum góðum hlutum að þá eru stór félagasamtök og svo kemur Andrea á Leirárgörðum. Hvernig stendur á þessu? Já, á ég kannski að byrja byrjunni á það einhvers staðar. Já. Ég missi litla ömmustelpu í desember 2010, 2 daga gamla. Og þegar maður lendir í þeim aðstæðum þá lítur maður svolítið öðruvísi á lífið og eins og til dæmis þegar að vera að safna fyrir hinn ýmsu félagasamtök. Veikindi ýmis konar og allt það.
Þannig að þetta byrjar þannig að þegar ég er 50 og þá ákveð ég að láta, ég vildi ekki fleiri kristallvasa. Það vist nóg koma að þeim. Og ég bað fólk ef það vildi færa mér eitthvað að koma með þá bara aur í bauk og ég gerði það í minningu þessa litla fallegu stúlku að ég lét neistan hafa helminginn og leikstofu Barnaspítala Hringsins hinn helminginn. Þannig einhvern veginn byrjar þetta. Mér bara einhvern veginn langaði að láta gott að mig leiða. Og þú hefur haldið áfram síðan þá? Já, svo frétti ég af lítilli stúlku í gegnum Guðbjörgu dóttur mína sem að því miður dó, ekki svo alls fyrir löngu. Og þá ákvað ég að fara í Góu og ná í lakkrís og eitthvað gottir í. Var á Matamarka á Akranesi og lét þann hagna ganga til þessa litlu stúlku. Sum ára eftir þá ég líka á Matamarkaði og þá hafði Guðbjörg dóttir mín ásamt fleirum stofnað hóp englaforeldra á Akranesi og ég vildi láta gott að mig leiða og hélt það sumarið út og safnaði fyrir þau. Og tilgangur með þeirri söfnu var að safna fyrir kælivöku á sjúkrahúsið sem að gefur í rauninni foreldrum látinna barna lengri tíma með þeim, heldur bara örfá klukkutíma. Og fólk var að koma til mér sem hafði misst börn og ég man sérstaklega eftir einni móðir sem hafði misst 2 börn sem sagði við mig að hún hefði verið tilbúin til að gangi gegnum þennan sársauka aftur bara út af þessari kælivöku, að geta haft þau örlítið lengur hjá sér. Hvernig hafa viðbrögðin verið við þessum söfnunum? Náttúrulega alveg framar vonum og englaforeldrasöfnunin mín var náttúrulega bara ótrúleg. Að selja yfir 1200 lakkríspoka og geta rétt einhver hátt í 700.000 til þeirra, ég man nú ekki 660 eitthvað þúsund, var bara alveg yndislegt. Fyrir utan, það var náttúrulega verið að gefa mér sólbyrgi til dæmis, gáfu mér oftar en einu sinni sölu dagsins í jarðarberjum á matarmörkuðum og fleiri, grammeti og ýmislegt sem þegar fólk frétti hvað ég var að gera. Já. Og samkenndin verður einhvern veginn þannig að ég hugsa sig ekki til svo fjölskylda sem hefur ekki, annaðhvort mist eða einhver innan fjölskyldu eða vinahóps, mist fóstur eða lítil börn eða þekkir einhvern. Þannig að það verður alveg ofsalega góð samkennd. Datt mér í hug núna síðast þessi hjólasjóður á Dvalarheimilinu Höfða á Akranesi að fá að taka þátt í því með þeim. Og þetta kostar mér nú ekki mikið að renna suður og ná í eitthvað gottir í og svo reyni ég að plangra þessu inn á gesti og gangandi og þú sleppur vonandi ekki hérna eftir þetta viðtal. Ég er farin að vera þekkt á Akranesi með gamla Enjó-tösku. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í það, hvernig sölu aðferðirnar væri. Já, þær eru alls konar. Það þýðir ekkert að segja við mig, ég hefði nú keypt það lakkrís ef þú væri með, að því ég er með hann með mér í bílnum. Þannig að það gerir ekki út af við mig að hoppa út í bíl og ná í handa gestum og gangandi, Ég á eftir að heimsækja leikstofuna. Leikstofan á smá pening hjá mér. Og Leikstofa Barnaspítala Hringsins, já. Þar ætla ég að fara að hitta þær. Það gefur mér svo mikið að fara til þeirra. Ég var náttúrulega þarna sem barn og þó náttúrulega ekki í þessar leikstofu í núverandi mynd. Nei. Og ég þurfti náttúrulega að fæðast öðruvísi og vera öðruvísi en heldur flestir aðrir. Stórkostlegri, já. Já, ég er fædd með samvaxna fingur og tær og auka tær og auka fingur. Og merkti börnin mín allhressilega líka. Ég var hrædd að einhver tæki þau misgripum heim. Þá leysir maður þetta bara svona. Og dóttursonur minn líka. Þannig að við höfum töluvert þurft að dveljast á sjúkrahúsi. Og ég ætla að láta eyrnamerkja, og ég hef gert áður, að láta eyrnamerkja leikstofuna smá aur. Af því að bara leikföngin, tölvuleikir eða hvaða nefnist. Ég vil að þær stjórni hvað vantar og hvað þær endurnýja.
Og ég vil ekki að þetta fari sko í sjálfan barnaspítalann, ekki það að það vantar örugglega alltaf pening, en ég hefði ekki boðið í mína geðheilsu ef að leikstofan hefði ekki verið til. Þar unnið alveg frábært starf hjá þessum fósturum og létta töluvert undir með þreyttri móðir. Já, hafa afþreyingu þarna á staðinu. Já, ég hef verið með þau 3 í einu í aðgerðum, verið þarna inn í 5-6 vikur í beit, sofið þarna þvegið á okkur og nánast bara ekkert farið út. Það lítur þannig út eins og ég hef ekki treyst þeim, en það var nú ekki ástæðan. Það oft, mamma best þegar maður veikur og einhvers staðar illt. Byggðasafnið á Görðum á Akranesi ákaflega lifandi safn. Það ekki ólíklegt að gestir hitti þar fyrir eldsmíðastörfum og við duttum nú heldur betur í lukkupottin. Eldsmíði, hvernig kemur það til? Það svolítið skrítin saga. Við byggðum smá hús í garðinn, steinhlaðið hús, og það ekki hægt að byggja steinhlaðið hús og svo það ekki neitt. Og einhverjum sagði, að það getur verið smiðja, enginn kunni að smíða á bænum. Svo sumar eftir kom kona á handverkssýningin á Hrafnagili að kenna eldsmíði og þá dreif ég mig á námskeið af því að við áttum smiðju í garðinn að svo þetta nota. Varstu búin að smíða í húsið í garðinum heima hjá þér? Já, ég var með smiðjuna í garðinn sem enginn notuðu. Þannig að ég fór þá að skoða þessi eldsmíði og hef verið í handverki frá ég var krakki, alltaf elskað öllu handverki og svona ótrúlega langun ég að prófa allt einhvern veginn. Og þetta átti mjög vel við mig, mér finnst þetta mjög skemmtilegt og ennþá þetta mjög skemmtilegt. Hvað það svona helst sem að hillar við þetta? Þetta náttúrulega einhvern veginn þetta, þú ert með svona, veistu, járnstöngir sem við erum að smíða úr. Þetta bara kalt, járn, hart og einhvern veginn formlaust. Svo getur við hitað það upp í 1300 gráður og formað það eins og leir og fengið út eitthvað rosalega fallegt. Og hvaða félagsstarf í þessu? Já, það náttúrulega, hér á Akranesi svona eiginlega, hvað ég segja, hjarta eldsmíðanar hér á Görðum. Þegar við eigum mjög duglegan formaður í félagskapinn, íslenskir eldsmiðir, Guðmundur. Og þannig að hér alltaf móti einu sinni á ári. Svo gerna hittumst við og höfum þorrablót saman og smíðum þá í leiðinni og... Þeir hafa fulla aðstöðu hér eldsmiðirnir á Akranesi, eða ekki? Jú, þetta svolítið svona löng saga, þetta búið að vera langur tími. Þetta svona í kringum 2002-2003 sem að þeir komu hérna fyrst. Guðmundur Sigurðsson, eldsmiður eða allt múlíkt mann í meiru. Hann var svona verkefnaráðinn hérna á safnið og kom með þessa hugmynd að hvort það væri ekki möguleiki að vera með svona einhverja eldsmíði hér inn á safninu. Og síðan hefur þetta bara rúllað og undið upp á sig og nú í dag þá eru svona í kringum 30 eldsmiðir, get ég trúað, bæði innlendir og erlendir sem koma reglulega fyrir utan allt fólk sem kemur að skoða. Já, þetta vinsælt áhorfs og fallegt áhorfs. Mjög svo, þetta mjög svona myndrænt líka og mjög vinsælt og þetta eru eldglæringar og bæði menn og konur að lemja járn og sviti, maður getur kannski sagt blóðsvit og tár. Ertu bæði að gera listmuni og nytjahluti eða? Já, ég er bæði að gera það. Og það sem ég finnst skemmtilegast að gera eru nytjamunir og nytjalistmunir og hefur rosalega gaman að búa til alls konar eldhúsmunir. Litla skeiðar, litla hnífar fyrir ost, ausur, pizzahnífar. Mér finnst það rosalega skemmtilegt. Hefurðu smíðað eitthvað úti í húsunum heima? Já, alltaf að lagfæra í fjósinu og fjárhúsunum og svo þarf stundum hlutar í vélanum, heifinnuvélum, eitthvað sem bilar og maður þarf að redda sér, þá búið gott að hafa smiðjan. Húsin hérna bakvið, þeir byggðu þetta sjálfur eldsmiðirnir eða? Já, eldsmiðjahúsið sem þeir eru með aðstöðu í, þeir byggðu það 2013 og eldsmiðjahúsið svona í gömlum stíl og eins og húsin sem eru hérna til hliðar við eldsmiðjuna, Bátaskýlið og Hjallurinn, að þetta svona í þessum gamla stíl, þetta svona upprunalegt frá 19. öld.
smiðja, í hverju felst smiðja, að hafa smiðju í garðinum? Sko, þá hefurðu, smiðjan þannig að þú verður að hafa afl og afl skál sem getur sett kol í og skálin þannig að það göt í botninn, þannig að þú getur blásið loft, súrefni. Já. Þannig að þú kveikir í kólin og kólin eru oft steinkól eða koks, þetta koks og það í rauninni unnin steinkól. Þær gefa ennþá öflugri hiti. Hvað þarftu mikinn hita til þess að geta brætt járn? Járn held ég bráðnar við 1400 gráður. Er það ekki strákar? 1400? Nei, járn 1600? Stál 1400. Já, mér sagt eftir þetta. Já, á það leitið svo sagt. Það auðvelt að bræða járn í þessu. Þegar þú blæs súrefni inn í þessu kól, þá bara svo mikil hiti þarna inni að þú bræðir. En við viljum alls ekki það bráðni. Það það sem við erum að díla pínu við, sko. Já, auðvitað. Af því að við erum að smíða. Já. Og svo erum við að hita járnið, svo kemur einhver að tala við manni og allt í henni að bráðna það og lag ofan. Þannig að við verðum að læra að sjá hitastigið á járninu. Og það verður fyrst rautt, allir þekkja við rauðglóandi járn. Svo verður það appelsínugult, svo verður það gult og svo fer það yfir í að vera næstum hvítt. Og þá það alveg komin að því að bráðna og þá auðveldast að vinna það. Okay. Þannig við förum svona upp í það gul-hvíta. Þá hömrum við, þá gætlum það að fara að verða hart aftur og svo hita upp aftur. Þannig að vinnslan felst í því að þekkja litina og hamra járnið meðan það heitt. Hamra járnið meðan það heitt og hvítt. Af því að ef þú ert að hamra þegar hann hálfkalt, þá ertu að nota rosa mikið orku og þú færð ekkert út í því. Þegar maður verður þreytt í hendinni. Þannig að hver sem getur unnið járn ef hann gerir það rétt. Ef hann gerir það rétt og það bara rosalega mikil þjálfun. Að vera góður eldsmiður, það virkilega þetta æfingiskaparmeistarann. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið í kvöld og kveðjum ykkur hérna frá Byggðasafninu á Görðum og Akranesi. You may have told yourself it's all okay, but you went too far. Otherwise it wouldn't have gone this way. Had my heart on my sleeve, but it wasn't enough. You wanted something else it seems to me.